Komið sæl. Það er nú búið að vera svona frekar mikil móða hér á sérstaklega sunnan á vestanverðu frá gosinu þá sérstaklega og íbland við þá þokuloft sem er búið að vera viðlóðandi svona við ströndina í dag en mun bjartara og hlýrra þá sérstaklega eins og á Norðausturlandi og hæsti hiti var í Hallormsstað í dag, rúmlega 23 gráður þannig að þar var hið fínasta veður. En við skulum byrja á því að líta hér á stóra yfirlitskortið okkar og við sjáum hér hvernig þessi lægð er að klofna og út frá þessari litlu lægð kemur bakki hér upp að landinu og mun gefa úrkomu hérna á morgun. Þó verður nú líklega þurrt að mestu leyti svona vestan til og allra nyrst fram á kvöld á morgun og jafnvel að Vestfirðirnir sleppi fram yfir miðnætti annað kvöld. Á hitasviðinu hins vegar eru ósköp litlar breytingar. Hlýja loftið sem við sjáum hérna vestur af Noregsströndum og það nær eiginlega ekki alveg til okkar. Það er kannski einna helst á Austurlandu eða allra austast sem að gætu náði í anga af því en við erum samt sem áður í til þess að gera frekar hlýju lofti og litlar breytingar á því alveg á næstunni. En við sjáum hér hins vegar lægðina sem var að skríða hérna upp frá Labrador og er að fara að tengjast við lægðina sem er búin að vera dillandi við hvarf. Þær sameinast síðan og það er líklega þá hluti af 50-dagslægðakerfinu sem kemur til okkar en við sjáum það betur á eftir. Þróunin síðan í kvöld og í nótt er að það er búið að vera smá skúrir hérna inn til landsins á norðausturhorninu og þær munu endast eitthvað fram á nóttina en síðan sjáum við þegar þessi bakki kemur hér úr svona suðaustri og sækir inn á land. Þetta gæti verið staðan hádegi, það verður nú lítil úrkoma fyrir hádegi þessu þó er viðbúið að verður nú eitthvað farið að væta hérna á svona suðaustanverðu landinu en ekki mikið og þannig að hitatölurnar á morgun gæti verið svona á þennan veg að það er svona bæði hér á Suðurlandi og eins hér inn til landsins á Norðausturlandi og jafnvel kannski bara þó það uttalega verði jafnvel í Ásbyrgi líka, hiti gæti farið í svona og yfir 20 gráður. Þannig að ágætur dagur þannig lagað sér nema þessi úrkoma mun síðan færast hérna vestur eftir landinu þegar líður á. Þegar við lítum síðan á þróunina það sem eftir lifir morgundags þá sjáum við hvernig það eykst úrkoman og hún færist hérna vestur eftir en eins og áður sagði þá er eiginlega ekki fyrir miðnætti eftir miðnætti annað kvöld að það nær að blotna á Vestfjörðum en aðrir landshlutar munu þó fá bleitu svona inn á milli. Það styttir nú upp hérna fyrirpart þriðjudags fyrir norðan og austan en það munu svo sem ekki endast en á móti kemur að við náum kannski í 20 stiga hita þar aftur miðjandag og þriðjudag. Aðrir landshlutar verða hérna sunnan og vestan til í rigningunni og þar er þetta svona 10 til 15 stiga hiti. Þróunin síðan þá frá þriðjudegi til miðvikudags en við sjáum hér aftur aukast úrkomuna hérna seinnipartinn á þriðjudaginn og þetta fer hérna yfir landi svolítið og verður nokkuð víða svona dálítil væta í þessu en svo þegar það kemur hérna fram undir hádegi á miðvikudaga þá er nú orðin mjög lítil úrkoma á landinu. Það verður hins vegar frekar skýjað og hitatölurnar svolítið eftir því. Ef að spátnar hafa rétt fyrir sér þá myndast lítil hitalægð hérna yfir norðausturhorninu og þar af leiðandi nær þá kannski að skrúa hitan upp í 20 gráður á héraði. En annars þar verður þetta svalara og sums þar er þokuloft með ströndum að þá er það hitatölurnar nú varla yfir 10 gráðum á þeim slóðum. En á fimmtudaginn eins og áður sagði þá er hins vegar áhrif lægðarinnar sem er núna þá suður af hvarfi farið að gæta hérna suðvestur af og komin svona úrkomuskil hérna inn á suðvestanvert landið og farið að rigna úr þeim en þetta mun síðan færast yfir landið. Þetta er nú orðin svona frekar gömul og trosnu skil þegar þau koma til okkar þannig að þetta verður nú ekkert samfelldið eða mikil úrkoma en þó mun blotna í svona flestum landshlutum frá þessum skilum. Ef við lítum síðan yfir til Evrópu þá er það er svona frekar óstöðugt loft býsna víða og það gæti það átt von á þrumum og eldingum hérna í sérstaklega í norðurhluta álfunnar og ef það fylgir því hagla þá getur það nú haft áhrif á ávaxta uppskeru eins og vínber og epli. Þannig að þeir eru ekki mjög hrifnir af því að fá haglél á þessum árstíma. Hins vegar hérna suðaustan til í álfunni og hérna með Miðjarðarhafinu ætla ég hafa sagt er sólríkt og hlýtt og til og með í Grikklandi er farið að vara við hitabylgju sem tekur svona nær hámarki og eftir miðja vikuna. En Íberíuskaginn hann er sólríkur og fallegur á morgun og hitatölurnar svona upp í 36-38 gráður þar sem best verður. Og á Kanarí er þetta á svipuðum slóðum að það er bara bjart og hlýtt og fínasta veður. Ef við höldum síðan vestur hafa þá er svona úrkomubakkar sem hafa verið hér yfir síðustu daga eru komnir hérna aðeins austur af. Það eru bara svona leifar eftir. Þannig að annars er þetta í býsna svona svipuðu róli og er svona almennt á svæðinu þannig að þetta er ágætasta veður. En við skulum láta það gott heita í kvöld. Verið þið sæl.